Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er þriðjudagurinn 27. maí og árið er 2025. Ég vona að þið hafið það gott, kæru hlustendur. Nú árunu hefjum leika, þá vil ég náttúrulega minna á það að ef þú ert að hlusta á þetta í opnu streymi, þá þarf þetta að fara inn á pardus.is/ein pæling til þess að nálgast allt efni sem að ég skapa fyrr en aðrir og án auglýsinga. En það er svona margt sem ég langar að ræða. Mjög margt búið að vera einhvern veginn að gerast. Við erum að fylgjast með sósíalistum tortíma sjálfum sér sem er mjög svona ég myndi segja að þetta séu kómískar vendingar hvernig það hefur athafnast, en það er eiginlega ótrúlegt að fylgjast með því að þetta byrjaði einhvern veginn með því að það var strákur sem heitir Ægir sem er mikið á rauðaþræðinum, sem er svona Facebook síða sem að sósíalistar halda úti, þar sem hann var bara að spamma síðuna alla daga, bara klukkutíma fresti, og það var meira að sett á hann það var sett á hann takmarkanir til þess að hann gæti ekki verið að tjá sig svona mikið. En hann olli því að það eru svona hreyfingar innan sósíalistaflokksins og Karl Héðinn nýtti sér það, og að svo virðist að hann hefur stungið þennan Ægi í bakið, og það núna er Ægir sem að hóf þessa byltingu eiginlega innan sósíalistaflokksins með því að vera svona atorku samur inn á þessum rauðaþræði. Hann er einhvern veginn ekki með og nú eru þeir alveg brjálæðir, en þetta er fólkið sem er að fara að reyna að sannfæra núna næstu í sveitarstjórnarkosningum, og ég gerir ráð fyrir í næstu alþingiskosningum, að þetta sé rétta fólkið til þess að stýra landinu. Og það er eiginlega svolítið ótrúlegt að fylgjast með þessu, en Gunnari Smára, félagi mínum, var bolað út úr bolholtinu eins og einhver titillinn á einhverju frétt í Mogganum var, svona komist. En og allir sem að eru sem sagt hafa verið atkvæðamestir í sósíalistaflokknum eru einhvern veginn voru settir til hliðar eða settu sjálfa sér til hliðar, og núna er María Lilja Kemp sem hefur mikið verið í svona Palestínumálunum, hún er líka hætt í flokknum. Sanna Magdalena er hægt að sinna trúnaðarstörfum en ætlar að halda áfram í borginni undir merkjum sósíalista, en ég gerir ekki ráð fyrir því að hún taki þátt í næstu sveitarstjórnarkosningum, þó svo að Karl Héðinn hafi verið þarna eitthvað í silfurinu að reyna að malda í móinn og sannfæra Sönnu það að halda áfram, en ég ger ekki ráð fyrir því að hún muni koma til með að vilja það eftir þessar vendingar. En eiginlega bara ótrúlegt. Þetta er meiri skaði fyrir vinstrivæng stjórnmálana heldur en allir eitthvað svona, ef við tölum skrimsladeild Morgunblaðsins eitthvað þannig, hefði tekist á mörgum áratugum, sem hefur bara átt sér stað núna á örfáum dögum. En þetta er svona eins og þetta er. En ég ætla að fara út í svona öllu heimspekilegri atriði í dag. Ég er búinn að skrifa upp svona smá texta sem ég langar að renna yfir með ykkur og tala svona aðeins meira út frá því sem að ég tel vera svona, eitthvað sem ætti að mínum að vera efst á baugi en er það ekki, og mun koma til með að svona koma í bakið á okkur ef að við förum ekki allavega að íhuga hvert við stefnum í þeim efnum sem að ég er að fara að ræða. En hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel, og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamín og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Verður ekki svo löngu þá var ég, bara núna fyrir nokkrum dögum, þá var ég búinn að vera að lesa Origins of Totalitarianism eftir Hönnu Arendt, sem er eiginlega alveg magnað rit sem að fjallar mikið upphaf gyðingahaturs og hvernig það
mótar ákveðna alræðishyggju sem að ef ekki óáreitt fara að halda áfram að þá verður það sem sagt til þess að ekki sko endilega eftirspurn eftir alræði verður fyrir hendi, heldur meira það að fólk verði svona kærulaust gagnvart valdi. Og eins og ég hef nú fjallað áður, þá er það í fastum tilfellum svona meiri hluti sem að veldur því að alræðis völd ná taki á samfélögum. Það er oftast einhver minni hlutahópur sem er tilbúinn til þess að beita ofbeldi og öðru til þess að hrifsa til sín völd og viðhalda þeim með ógnarstjórn. Í öllum tilvikum er þetta eitthvað tímabundið út af því að alræðið er sem betur fer mjög mikið andstætt allri mannlegri hegðun, en aftur á móti þá er sá skaði sem þetta veldur alveg gríðarlegur og þar af leiðandi ættum við meira að vera í huga, til dæmis eins og gyðingahatur og svona hægfara breytingar sem að kunna að fara fram hjá okkur ef að við íhugum þær ekki, og samfélagslega breytingar sem að okkur er í nöp við en við einhvern veginn kippum okkur ekki upp við át af því að það eru nægilega fá tilvik, en það eru þá oftast bara tilvik sem ná í fjölmiðla sem að er sem sagt, toppurinn á ísjakanum. En í upphafi bókarinnar sem sagt rætur alræðisins, ég veit ekki nú hvernig þetta íslenskaði þetta, en þetta er sem sagt, eða uppruni alræðisstefna, rætur alræðisins, ég veit það nú ekki. En hvernig sem maður orða það, þá ræðir Hannah Arendt þá stemmingu sem var uppi víða í Evrópu, bæði fyrir fyrra stríð og í seinna stríði, áður en að þessar vendingar eiga sér stað, og ræðir hún þá gyðingahatrið og viðbragð við því sem hún nefnir einnig, sem er síonismi. Og hún er að skrifa þarna árið 1973, held ég að sé það rit sem ég er að lesa, þetta er þessi þriðja útgáfa, 2 árum áður en hún lætur lífið. Hún ræðir þannig sérstaklega hugtak sem hún kallar collision course, eða svona árekstrarvegur, þó svo að íslenska þýðingin sé kannski ekki alveg góð, og collision course. Og það sem að mér hefur þótt skorta undanfarið er að svona, og ég hef náttúrulega nefnt þetta áður, en það er svona meira umtal langtíma framþróun. Mér þykir hún jafnvel hafa skort umræður svona skammtíma sviðsmyndir sem að við svona einhvern veginn virðum að vettu í, við erum einhvern veginn stanslaust í einhvernum svona, viðbragðsstjórnmálum, held ég að orðið sé. Við erum alltaf einhvern veginn að reyna að takast á með einhvern svona vanda og reyna að plástra eitthvað í staðinn fyrir að spyrja okkur miklu stærri spurninga. Og það er hola sem að ég hef velt mikið fyrir mér, sem að hefur að gera með tilgang, og þegar fólk er spurt í dag hver tilgangur þess sé, þá er óhugnanlega lítið svör. Fyrir ekki svo löngu var það að byggja betra heimili fyrir sig og sína kynslóðir, ala börn sem að reynir að skapa framtíð fyrir og reyna að bæta svona, heilt yfir nær umhverfið sitt eftir fremsta megni og með umræðum og aðgerðum. Sumir hafa fundið tilgang í réttrúnamálum eins og MeToo og stríðinu milli Ísrael og Hamas eða Gaza, og jafnvel Black Lives Matter hér á landi, þó svo að það sé, eins og segja, svolítið einkennilegt að vera einhvern veginn einblína það hér á landi. Sumir ætla sér einfaldlega að bjarga loftslaginu, og þá ekki með því að læra inn á vísindi eða hvernig er hægt að hagnýta orkugjafa með betri leiðum. Nei, að byggja aðalega á því að skamma fólk og fyrirtæki fyrir það að vera á annað borð í því að veita þjónustu eða velsæld fyrir aðra. Og lengi var það auðvitað hægt að vera einhvern veginn að standa í því, en núna þegar að svona í harðbakkan slær efnahagslega, þá hafa sífellt færri húmor fyrir því að við séum hérna með 85% af endurnýjanlegri orku og séum samt sem að taka þátt í aðgerðum með löndum sem eru margfalt meiri umhverfissóðar en við, og auðvitað með umtalsvert fleiri einstaklinga, þannig að svona afleiðingarnar eru töluvert verri. En svo gleymum því samt ekki að stemmingin hefur náttúrulega breyst alveg ótrúlega mikið á bara örfáum árum, og það var bara núna fyrir 5 árum sem að krakkar með loftslagskvíða voru maður ársins. Og fyrir hvað? Jú, fyrir það að mæta á hverjum föstudegi eða 20% af skólaárinu með skilti á Austurvöll. Og ég held reyndar að ef við ætlum að takast á við loftslagsvanda, þá sé það ekki gert með því að taka börn úr námi, heldur einmitt með því að auka nám til þess að þessar ungi krakkar
geti unnið að nýjum lausnum á vísindalegum grunni en í dag það kannski, kannski til fullmikils ætlast að fara fram á það því að ef við ætlum að fara að kenna þeim vísindi þá þurftum við náttúrulega fyrst að kenna þeim að reikna og lesa og kannski einhvers konar heimspeki en það lítill áhugi fyrir því á mennta- og frístundasviði en eins og ég segi þá þótti okkur það fyrir aðeins örfáum árum það vera fýsilegt að krýna mann ársins, ung börn með loftslagskvíða og ég held og ég kenni ekki börnunum og ég ekki að gera lítið úr atorku barnanna einmitt að reyna að berjast fyrir því sem að þau telja vera helst rétt. Ég held að þetta sé aðalega bundið við það að forsjálni foreldranna og þeirra sem að stýra skólunum hafi verið gífurlega lítil þegar að við erum að taka eða leyfa börnum að sleppa föstudögum 20% af skólaárinu til þess að fara á Austurvöll að góla. Já, ég veit ekki, þetta búið að breytast rosalega hratt en mér langar líka samt svona, eins og segi, að varpa aðeins ljósi á það hvað við erum búin að vera í undarlegri stemmingu. Manni ársins 2019 ekki sama framtíðina. Maður ársins knúinn áfram af hugsjón, sannfæringu og ótta. If you choose to fail us, I say we will never forgive you. Maður ársins sér velmegun í stórum hluta heimsins sem byggir á innistæðilausum tékka, skuldaviðurkenningu fyrri kynslóða skuld sem hann mun þurfa að borga. Maður ársins ákvað að gangast ekki við skuldinni þegjandi og hljóðalaust. Hann fór í verkfall, ekki úr vinnu, heldur skóla. Hann skundaði niður á Austurvöll flesta föstudaga á árinu, lét heyrast í sér og krafðist þess að þeir sem nú eru fullorðnir hegðuðu sér þannig að hann gæti orðið fullorðinn án yfirvofandi alheimshamfara. Maður ársins á Íslandi en tilheyrir óformlegri alþjóðlegri hreyfingu. Maður ársins ekki einn heldur margir. Menn ársins eru krakkarnir, margir í grunnskóla sem kröfðust réttlætis í loftslagsmálum, kröfðust þess að gripið yrði í taumana, mættu föstudag eftir föstudag með skilti og ákefða vopni til að knýja fram aðgerðir gegn hlýnun jarðar. Ég hér til þess að mótmæla því að það sé ekkert gert í loftslagsmálum. Sjórinn að hækka og himinn að hitna, en við vitum þetta allt og við bara, við horfum fram hjá þessu hverjum einasta degi. Menn ársins 2019 að mati fréttastofustöðvar 2 Vísis og Bylgjunnar eru ungir loftslagsaðgerðasinnar. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðuskipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. En mér langar aftur að staldra aðeins við þetta hugtak Hönnu Arendt sem sem sagt collision course eða árekstrarvegur út af því að í þessu kafla sem að við minnir að sé kafli númer 4 þá kvartar hún einnig yfir svona ákveðinni sjálfstýringu í menningamálum og þá sérstaklega í svona samfélagsmálum og í umræðum til dæmis eins og gyðinga og aðra hópa. Hún talar til dæmis hnignun ríkisins og hvernig það skapaði svona, ákveð op fyrir þriðja ríki Hitlers og önnur fasísk öfl og það sem ég fór að hugsa í þessu samhengi að sú hola sem að talað þarna finnst mér vera frekar svona auðvelt að setja í samhengi við margt af því sem við höfum verið að gera í dag á Vesturlöndum og líka hér á Íslandi og nú ég að sjálfsögðu ekki að kvarta, við lifum við betri lífsgæði núna heldur en að nokkur maður hefði getað ímyndað sér fyrir aðeins örfáum áratugum, tala nú ekki árhundruðum. En spurningi sem vaknar hvort að þetta muni koma til með að verða betra og hvort þetta hafi verið að verða betra og hvort að við séum að hlúa að þessum gæðum og taka varfærin skref í átt að því að viðhalda þessum lífsgæðum fyrir framtíða kynslóðir. Og í rauninni bara að spyrja sem náttúrulega svona einhver spurning sem oft, aldrei og oft kveðin þetta að mínum mati,
að hvort að sko framtíða kynslóðir munu búa við sömu lífsgæði við og fyrir mitt leyti að þá ég farin að efast það. Húsnæðismálin eru til dæmis stór þáttur í þessu og sumir myndu einfaldlega segja langstærsti hlutinn og mig langar að spila fyrir ykkur stuttan bút úr viðtali sem ég tók við Sigurð Stefánsson sem þróunaraðili í Kópavogi og hann endurskoðandi sem hefur ekki bara áhuga á þróunarverkefnum heldur einnig á svona samfélagslegri þróunir varðar húsnæðisuppbyggingu og hvað áhrif hún hefur í rauninni á samsetningu samfélagsins og lífsgæði. Þetta viðtal sem hefur fengið alveg gríðarlega góðar viðtökur og margir sem segja að þetta sé besta yfirferð íslensk húsnæðismál sem þeir hafa heyrt. Það ekki mín orð, ég bara að dæmi hver fyrir sig, en hér sérst búturinn. Það rauninni búið að taka almenning til að eignast húsnæði, almenningur bara tekin úr leik. Og þetta ekkert eitthvað 1 ár, þetta bara viðvarandi ástand og það sem ég að benda á að ástandið ekki að batna, ástandið að versna og það að versna rætt. Og það þetta sem ég hef ágjur af og því að þetta kemur náttúrulega bara inn í svona undirstöðu þætti eins og bara samkeppnishæfni okkar og möguleika okkar á því að stækka kökuna. Og hvað á ég við því ég segi stækka kökuna? Þú veist, við viljum öll halda núverandi lífsgæðum og bæta í og svo framvegis. En viðvarandi hái vextir, þeir hamla svolítið því að við getum stækka kökuna. Og viðvarandi vextir og það sem mér langar að ræða núna og útskýra og reyna að koma á framfæri, er það núverandi staða. Hún ekki að gefa okkur tækifæri til að stækka kökuna, heldur hún að skipta sneiðunum mjög misjafnlega. Nú, Már Wolfgang Mixa ræddi einnig við Kristján Kristjánsson í Sprengisandi á sunnudaginn fyrir 2 vikum held ég, það að ungt fólk sé að tapa ákveðinni trú á framtíðinni sem hann lýsir þannig að fólk hefur ekki trú á því að menn koma til með að komast inn á húsnæðismarkað sem birtist í því að neyslumynstrið færist frekar í átt að því að ungt fólk sé að fara meira til útlanda og annað svona eins og ég held að hann hafi sagt orðið YOLO sem held ég fyrsta skipti sem maður heyrir það í umræðum á Sprengisandi og það svona svolítið skoplegt en þetta var áhugavert því að hann náttúrulega var að drepa þannig niður á ákveðnum vanda sem varðar húsnæðismál og einmitt eins og hann segir að þegar neysla ungs fólks farin að verða allt öðruvísi heldur en var fyrir örfáum áratugum og jafnvel örfáum árum og það náttúrulega samfélagsmiðlar hafa líka ýtt svona þessu neyslumynstri, breytt neyslumynstur í lítaaðgerðir, fínt út að borða, utanlandsferðir og ég held að þetta sé ekki í fæðingatíðninni alveg óviðkomandi en ég ætla að koma inn á það eftir smá. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Það reyndar hægt að færa rök fyrir því þegar Már Wolfgang Mixa sem náttúrulega talar oft mjög varfærnilega og þess vegna hann líka tekinn þetta alvarlega. Hann einn af mér uppáhalds greinendum á ýmsum sviðum en það aftur á móti hægt að spyrja sig líka hvort að það að fólk sé ekki komast inn á húsnæðismarkað sé einfaldlega út af því að þau eru alltaf í utanlandsferðum og annað. En kannski þetta svona breytur sem að hafa víxlverkandi áhrif, kannski þetta bara eitthvað sem að rétt hjá honum og fólk sé að missa trú á lífinu en ég meina það líka svolítið kannski erfitt að hafa trú þegar þú finnur ekki að þú hafir tilgang og það svona það sem ég held að við þurfum aðeins að horfa meira í þær breytur út af því að við sjáum, nú tók ég viðtal við Brynjar Barkason hælisleitendur, múslima, útlendinga og annað og hann segist hafa miklar áhyggjur af þeim vendingum. Þetta náttúrulega hlaðvarp sem hefur fengið rosalegar viðtökur sem að ég reyndar bjóst svo lítið við út af því hann náttúrulega tónlistarmaður með stórt plattform eins og sagtir, var náttúrulega einn af svona vinsælustu hljómsveitum á landinu, sérstaklega fyrir svona ungt fólk, en hann líka streamer þannig hann að tala við mjög mikið á ungum drengjum og það sem að mér þótti náttúrulega mikilvægt í þessu samhengi var einmitt og ég er búinn að fá mikla þakkir
frá ýmsum aðilum sem að vinna í svona ákveðnum velferðarmálum varðar ungt fólk og þar sem að þau voru að segja að væri gott að fá þetta svolítið upp á yfirborðið út af því að þetta mjög mikið fyrir hendi og þá kom einhverjir sem eru ósáttir og segja að þetta sé múslimahattur og þetta sé svona hattur og útlendingahattur og allt þetta dót. En ég aftur á móti hef ekki áhyggjur af því að fólk sé að fá þetta upp á yfirborðið. Ef þetta erindið niðri að þá þetta miklu víðara, eða svona djúpstæðara heldur en að kannski við gerum okkur grein fyrir og það ástæðan fyrir því að mér þótti áhugavert að fá Brynjar Barkason og svo líka náttúrulega fekk ég Taxi Under sem að talar náttúrulega það að leigubílamarkaðurinn algjörlega komin út í óefni út af erlendum leigubílstjórum sem að verða öll viðmið og gildi að vettugi og reglur að sjálfsögðu líka. Ég hef aftur á móti sjálfur áhyggjur af ákveðnu útlendingahatri og ég held að Evrópa sé komin á ákveðin svona árekstrarveg eins og Hannah Arendt talaði svona collision course og ég held að þær sviðsmyndir sem ég sé fyrir mér þar sem að þessi svona menningarmálum munu koma til með að eiga farsælan endi þeim sífækkar. Það virðist vera sem stjórnvöld í til dæmis eins og Bretlandi ætla ekki að takast á við þetta öðruvísi heldur en að reyna að kúga fólk til hlýðni og kúga fólk til hlýðni gagnvart því að vera ekki að tjá sig menningarmálefni sem að vissulega þarf að skoða. Og ég hef pínu áhyggjur af því að við einhvern veginn þó svo við séum náttúrulega alls ekki á sama stað og ég ekki sammála Brynjari það hvernig hann athafnar sig í þessum umræðum að þá þetta eitthvað sem að þarf vissulega að skoða. Það þarf að skoða það hvers konar breytur fyrir hendi og af hverju við einhvern veginn ekki að skoða meira heldur en raun ber vitni. Þórður Pálsson nefndi nú á Twitter fyrir ekki svo mörgum dögum að ég hafi verið að reyna að vekja fólk svolítið að vekja athygli á því að fyrst að þetta komið út í svona mikið óefni í Evrópu hvaða áþreifanlegu aðgerðir við værum að grípa til þess einmitt að passa upp á að það sama og hefur verið að gerast í Svíþjóð, hefur verið að gerast í Þýskalandi, hefur verið að gerast í Bretlandi, hefur verið að gerast í Frakklandi og rauninni öllum Evrópuríkjum sem hafa tekið á móti stórum hópum fólks. Hvað við erum að gera til þess að passa upp á að slíkt hendi ekki hér. Og Þórður Pálsson bendir þannig að mínum að þetta réttilega á að við virðumst ekki vera að gera nokkurn skapaðan hlut til þess að takast á við þetta. Og það sem að verra að þegar að fólk bendir á einhvers konar raunverulegar áhyggjur að þá það þaggað niður af hinum ýmsu aðilum sem að náttúrulega hafa minna vægi. Maður hugsa allir með og hugsa líka hvað þetta að breytast ógeðslega hratt. Hallgrímur Helgason sagði við hvað þið hrætt og það ekki liðnir 2 mánuðir held ég. En það allt búið einhvern veginn að breytast í þessum umræðum og við erum með Breiðholtsskóla, við erum náttúrulega með sveðjuárás þarna eða eldhúsnýf eða hvað sem þetta var á Skyggnisbraut held ég þetta hafi verið og það var einhver aðili sem kom í viðtal og sagði nei þetta nú ekki svo slæmt, það var nú bara þessi skotárás og svo þessi hnífaárás en annars þetta bara flott. Og þá einmitt kem ég inn á þetta aftur sem ég var að tala áðan að hvaða viðmiðum við erum tilbúin eða hvaða viðmið á Íslandi við erum tilbúin til þess að gefa eftir til þess að vera álitin sem góðar manneskjur. Og þetta eitthvað sem að þarf raunverulega að spá í út af því að það sem að einmitt gerist þegar að María Lilja Kemp eða aðrir aðilar sem hafa verið að tala fyrir fleira flotta fólki tala ekki þannig núna, það orðaræða þeirra jafnvel búin að breytast en það sem ég hef áhyggjur af að út af því að ég þekki marga múslima sem alveg yndislegir og það sem að verra að það rauninni betra en
það sko þegar við erum með minnihluta, þetta alltaf minnihlutar, þú veist, ég meina íranska byltingin meira að segja, það sem að allir voru náttúrulega muslimar, hún var sko, henni var komið að fót af minnihluta, það vandinn. Þannig að þegar að ákveðin minnihluti sem til dæmis bara í þessu þetta lítið mengi innan lítils mengi á Íslandi, að þegar að sko eitthvað kemur upp eins og þegar að ung palestínsk kona áreitt alveg svakalega af fjölskyldunni sinni með ofbeldi og viðbrögð þeirra sem að vinna innan kerfisins já nei, þetta nú ekki svo alvarlegt út af því að þetta eitthvað sem að kemur fyrir svo sjaldan, að þá þetta eitthvað sem að hefur öfug áhrif inn í umræðan. Það að segja, þessi manneskja telur sig vera rosalega mikið einhvern veginn að sko minnka minnka hatrið, passa upp á það orðaræðans í einhvern veginn eftir þeirra höfði, en þegar að fólk sér þetta að þá veita alveg sannleikan það að þetta gríðarlega alvarlegt, þannig erum við að gefa eftir gildi og þetta kemur niður á öðrum múslimum, þetta kemur niður á þeim múslimum sem hérna sem ekki í þessu kjaftaði, eins og segja, þetta algjör minnihluti. Annað skilur þegar að einhverjir aðrir sem að ég held hafi líka verið frá Palestínu, þar sem þeir fundust í Slóvakíu eða Slóveníu í einhverjum mansalsbraski á íslenskum vegabréfum. Fólk sér þetta og bara hvað í andskotanum í gangi og það eðlilegt að spyrja hvað í andskotanum í gangi, hvernig getur þetta viðhafst. Og það sem ég reyndar náttúrulega að vera að færa rök fyrir að við eigum að loka hælisleitendakerfinu og taka á móti þeim sem að vissulega eru í neyð og koma hingað eftir það að umsóknum þeirra hefur verið unnið úr annar staðar. Það myndi náttúrulega bara létta rosalega á kerfinu, en það myndi líka létta á almenningsviðhorfinu sem að fer síversnandi á hverjum degi út af því að við verðumst ekki að gera nokkurn skapaðan hlut til þess að takast á við þau vandræði sem að öll önnur Evrópuríki eru í. Það vandinn. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Það vandi að vera ekki að grípa þetta fyrir þá hópa sem að þau segjast helst vera að tala fyrir. Það hryllingurinn í þessu. Og annað sem náttúrulega í þessu bara, sem að myndi náttúrulega létta ennþá meira á þessu, bara ef að einhver brýtur af sér sem að erlendu bergi brotnu, þá fær hann ekki að vera í einhverju frjálsu úrræði í Grundarfirði eða eitthvað þannig og hann fer úr landi strax svona búinn að afplána og hann kemur ekki aftur til Íslands. Við myndum létta svo mikið á kerfinu, þá ég náttúrulega að tala með til dæmis eins og ofbeldisglæpir, tala nú ekki morð eins og þetta var sem að hefur að gera með þennan mann sem að virðist vera frjálsferða sinna í Grundarfirði. En það einhvern veginn eins og það sé ekki vilji á að létta á þessar umræðu. Eða þá að þau telji að einhvern veginn leikjafræði Hallgríms Helgasonar sé að fara að létta á stemmingunni. Þetta viðtal sem ég tók við Brynjar Barkason eitthvað sem birtingamynd viðhorfs miklu fleiri ungra drengja. Og eins og mér minnir að sé Erik Hobsbawm sem að tala það í Öldu öfgana, þar sem að hann fjallar einmitt sko reiðir svona ungir drengir, óafskiptir ungir reiðir drengir eini hópurinn sem þú þarft að hafa einhvers konar svona virkilegar áhyggjur af. Og það ástæðan fyrir því til mér sem mig langaði að taka þetta viðtal við Brynjar. Ég held að séu miklu fleiri ungir drengir sem eru mjög reiðir yfir þessu ástandi. Og eins og Erik Hobsbawm talar sko, þá þetta ekki sko, þegar öfgar ná svona tangarhaldi, og Hannah Arendt einmitt talar þetta líka, að þá snýrðu þeirri þróun ekkert svo auðveldlega við. Það miklu erfiðara að takast á við það, út af því að
þú veist, ef við tölum til dæmis bara löggæslu, ég meina löggæsla aðalega bundin við það að lang flestir séu svona, já, að mestu leyti að haga sér skikkanlega á hverjum degi og þegar að öfgar ná einhvern veginn ákveðnu valdi að þá fer líka að vera spurning það sko hver sé í rauninni í forsvari fyrir lögregluna þegar að öfgar og þá ég ekki að tala að við séum eitthvað nálægt einhverju slíku í dag en þetta svona þetta það sem ég að reyna samt að vekja athygli á út af því að sko það sem ég var að tala áðan sko hvernig gerum við lífsgæði hérna betri ekki út af því að ekki góð heldur bara út af því að af hverju höfum við einhvern veginn komast á þann stað að allar pólitískar umræður eru viðbragð við einhverju sem að fer versnandi og hvað þýðir það fyrir þau stjórnvöld, bara eins og til dæmis núna í Reykjavíkurborg hvað þýðir það þegar að engir af þeim hlutum sem að Reykjavíkurborg hefur tekið sér fyrir hendur varðar svona innviði, félagslega innviði og annað hafa orðið betri síðastliðin svona 10 ár hvað þýðir það? Hvað þýðir það þegar stjórnvöld virðast einhvern veginn ekki verið í stakk búin til þess að takast á við vandann það ákveðið bara svona ég ætla ekki að segja vanhæfni það er óhæfni það orð, ég veit það ekki en allavega, það ákveðið óhæfi innan íslenskra stjórnsýslu sem að byggir aðalega hefur að gera með vókið að einhverju leyti hefur að gera með það að einhvern veginn við viljum rosa mikið representation á ákveðnum aðilum við viljum rosalega mikið að við séum að stilla upp ákveðnum aðilum hérna og þar af leiðandi erum við ekki með bestu manneskjuna á staðnum en þetta nær svo einhvern veginn og svo vefur þetta upp á sig núna erum við til dæmis með menntamálaráðherra sem getur ekki lesið ensku og þú veist kannski á eitthvað svona þjóðerniskennd sem geti byggt á því að svona, það bara flott að hann kunni ekki ensku það bara flott að hann tali bara sína íslensku og ekki rugl það ekki mín skoðun svo að þetta ákveðin svona grundvallar viðmið ég held mér þess að sko að þegar þú ert að sækja það að verða leigubílstjóri að þá þurfuru að geta allavega að spjara þig á ensku ég man samt ekki, ég nokkuð viss það ef þú ætlar allavega að sækja til dæmis á Hreyfli eða einhverjum af þessum stóru stöðum að þá þyrftirðu að kunna ensku en þetta byggir alltaf því sko eins og þegar Inga Sæland mætti þannig og Hermann Nökkvi spurði hana bara finnst þér eðlilegt að hann sé einhvern með svona skort á reynslu af málefnum barna og þetta var áður en að hann kom fram á þessu kennsluþingi, norræna kennsluþingi eða hvað sem þetta var og þar sagði hann bara, Guðmundur Ingi hann er bara snillingur í öllum málum hann kann öll mál enska mál sem hann kann ekki og það sem ég velti fyrir mér sko að við erum einhvern veginn orðin samdauna því að það sé orðið eðlilegt að vera bara óhæfur þú veist, græna gímaldi í borginni það bara, þetta kemur örugglega ekki fyrir aftur og þú veist, snjómokstur þetta skita en við erum með þetta í einhverju verkefnahandbók og svo Guðmundur Ingi menntamálaráðherra þetta ekki eðlilegt og ég skil alveg þetta sjónarmið einhvern veginn að allir eigi að geta komist á alla staði óháð bakgrunni eða stöðu í samfélaginu en sko tökum bara sem dæmi ef ég að sækja með sérsveitinni en ég í hjólastól að þá, þú veist, ég á að geta sótt en ég aftur á móti ólíklegur til þess að geta sinnt öllum þeim aðgerðum sem að sérsveitin að fara að takast á við og þá þetta að fara rauk fyrir því ég meina við erum samt samfélag sem að tekur öllum velkomnum og ef þú ert í hjólastól að þá áttu að geta sótt í sérsveitinni en þá ekki samt einhverjar kröfur sem eru gerðar innan sérsveitinar þar sem ég myndi örugglega þurfa að takast á við aðstæður þegar ég komin í útkall þar sem að það að ég sé í hjólastól að fara að valda því að ég ólíklegri heldur en annar til þess að geta sinnt þessu útkalli núna erum við í ákveðnu útkalli það neyðarútkall innan menntasviðs það var núna í framhaldsskólakennari að segja það við höfum ekki nauðsynlega innviði til þess að takast á við aðstæður varða það sé einhver risastór árgangur að koma inn í framhaldsskólakerfið
og ég veit ekkert hvernig það takast á við það, en ég minna við erum ekki að kenna þeim að lesa, við erum ekki að kenna þeim að skrifa, við erum að kenna þeim svona viku 6 eða eitthvað í því að vera í einhver svona kynjafræðimálum og okkur þykir þetta bara gott og blessað. Þetta er bara eðlilegt. Það er ekki eðlilegt ef að það er neyðarútkall eins og þarna að Guðmundur Ingi sé óhæfur að lesa sér til á gögnum á ensku. Það er stórkostlegur vandi. Flestar skýrslur eru varðar menntamál til þess að Norðurlöndunum eru skrifaðar á öðrum tungumálum. Þú getur örugglega fengið ChatGPT til þess að endurskrifa það, en þú færð aldrei samt rétta samhengið. En okkur þykir þetta bara eðlilegt og þetta hefur að gera með, eins og segi, fæðingartíðni. Maður svona skilur það að þróttur fólks, Snorri Másson var nú að tala um það í gær í fréttum RÚV eða Stöð 2, manna ekki. Allavega, hann var að tala um það að fæðingartíðni væri orðið stórkostlegt áhyggjumál. Ég held að það sé núna í 1,53 þegar það þarf að vera í þegar það þarf að vera yfir 2. Og stjórnvöldur eru náttúrulega bara að fara að spyrja spurningar bara um það hvernig við ætlum að takast á við þetta. Út af því að eins og Snorri Másson sagði, þá erum við að deyja út. Og þá náttúrulega koma allir þessi sömu og hafa svona, eins og Jón Gunnarsson kallar það, anti-everything fólk sem er einhvern veginn á Austurvelli alla daga einhvern veginn að móðgast og mótmæla öllu mögulegu. Það var það náttúrulega einhvers konar hundaflaut rasisma, en ég aftur á móti held bara að dagskrárvaldið, sjáum við núna líka bara með sósíalistana sem hafa verið náttúrulega svolítið atkvæðamiklir í öllum þessum umræðum, þó svo að það sé ekki mikil eftirspurn eftir þeim á hinu pólitíska sviði, að ég held að dagskrárvaldið þurfi bara að færast alfarið frá þeim. Þú veist, ég held að það er enginn sem er einhvern veginn sammála, en þau eru enginn sem sammála sjálfum sér sína eigin tilvist. Þannig að ég held að það sé ákveðin birtingarmynd í því að sósíalistar sé að tortið með sjálfum sér, að það sé gott að einhverja leiti, út af því að þessi umfram eftirspurn í allri umfjöllun, þó svo ég sé þetta aðdáandi samstöðunar, ég vil að samstöðun haldi áfram en dagskrárvaldið finnst mér að eigi ekki kannski endilega að vera á svona sömu flötum og samstöðin er að fjalla út af því ég held að við séum bara á töluvert verri stað heldur en að við almennt séð teljum, og þá er ég ekki að tala um að við höfum ekki þau lífsgæði núna, heldur telja að við séum á verri stað til þess að viðhalda þessum lífsgæðum, auka þau og fleira þar fram eftir götunum. Og þegar við náum að vinna úr því, þá held ég að tilgangur muni fylgja því sem að muni svo hækka fæðingartíðni. En nú er ég farin að tala heldur frjálslega með breytur, en ég aftur á móti til þetta. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Partus.is/einpæling, aðeins 990 krónur ef þú vilt fá þetta undan öðrum og án auglýsingar sem þú að sjálfsögðu ættir að vilja. Við vitum alveg að okkur finnst ekki sérstaklega gaman að hlusta á auglýsingarnar, þannig að farðu inn á partus.is/einpæling og þá ertu líka betur með puttan á púlsinum. Takk aðeinslega fyrir að hlusta og þangað til næst.